Útboð HB Granda hefst 7. apríl næstkomandi og Vilhjálmur Vilhjálmsson forstjóri Granda hélt kynningu fyrir okkur í Vaffi B núna á dögunum þar sem hann fór yfir félagið sjálft, reksturinn, umhverfið og svaraði svo spurningum gesta í kjölfarið. Vaffi B, eignastýringarþjónusta Íslandsbanka, veitir nánari upplýsingar varðandi útboð HB Granda. Þið getið sendt okkur póst á vaffib@vaffib.is eða hringt í síma 440 4900. Nú skulum við líta á það sem Vilhjálmur hafði að segja. Já, ég þakka fyrir tækifærið að fá að kynna starfsemi HB Granda hér í dag og ætla bara rétt að renna hérna í gegnum glærur. Reyna að fara dálítið hratt yfir það en gefa svo færi á bara spurningum þegar því er lokið. Nú, þetta er svona helstu tölur úr síðast ári að veltan var 195 milljónir evra og veiðigjald 11,6, EBITDA 45,3, EBIT 32,9 milljónir, hagnaður 35,4, heildareignir 336 milljónir, arðsemi eigin fjár reyndist 21,7 milljónir, vaxtabætandi skuldir 68 og heildaraflinn var 188.000. Nú við erum sem sagt stærsta sjávarútvegsfélagið innan íslenskar veiðilögsögu og með þær heimildir sem þar eru leyfilegar, getum ekki aukið við okkur þar og í dag starfa hjá okkur 900 manns til sjós og lands. Þetta er svona gróf saga félagsins. Grandi verður til 1985 með samruna bæjarútgerðar og ísbjarnar. Það eru mörg öflug sjávarútvegsfélög sem að standa nú að HB Granda eða hafa orðið runnið inn í hann og það er eins og ég sagði, það er náttúrulega fyrst bæjarútgerð Reykjavík og ísbjörnin og síðan kemur þarna inn hraðfrystistöðin og Halldór Böðvarsson og sem að þó nokkur félög höfðu runnið inn í og síðan koma Tangi og Svanur þarna inn. Þessi félög hafa sjálfsagt gert út yfir 25 togara þegar að best lét en við erum með 7 togara í útgerð í dag. Nú félagið skráðist á verðbréfaþing Íslands árið 1992 og við erum því búin að vera skráðir á markaði yfir 20 ár. Afskráðu okkur á hlutabréfalista A-lista Kauphallarinnar 2006 og erum svo að fara á hann aftur núna. Við erum búin að vera á First North. Nú í fyrra keyptum við síðan Laugafisk og Vigni G. Jónsson. Nú við erum með starfsemi á 3 stöðum á landinu og opnað fyrir Akraness og Reykjavík og það er heimurinn allur undir í markaðsstarfinu. Við breyttum settum upp nýtt stjórnskipurit í fyrra og þetta er eins og það lítur út. Við erum hérna 4 sem erum búin að vera, sérstaklega Torfi og Svafa, mjög lengi á félaginu og eins Garðar. Allir unnið okkur upp innan þess og eins Brynjólfur, hann er búinn að vera hérna hjá okkur bara í nokkur ár en hann var áður sinnti markaðsrannsóknum í markaðsdeildinni. Jónas er búinn að vera hjá okkur frá 2010 og hann kom beint inn í fjármálastjórann, hann vann sig ekki upp. Nú þetta eru svona vægi tegunda hjá okkur, við erum sterkir í karfa og það er sem sagt grunnur félagsins úr Reykjavík, það er stutt á karfamiðin og hægt að sækja karfa héðan og það býr það til að við erum með yfir 30% hlutdeild í karfastofnunum veiði, þannig að hann vegur þungt hjá okkur og uppsinn eins í bolfiskinum. Nú til þess kolmunn og þorskur í Barentshafi, þetta er náttúrulega tegundir sem menn eru búin að sækja sér reynslu í núna á undanförnum árum og er okkar hlutdeild. Við erum með 18,7 í loðnunni. Þetta er svona það tegundir sem veða þyngst. Nú þó að við séum með 5% hlutdeild í þorski að þá er hann náttúrulega einn af verðmætu þessara tegunda og er þar af leiðandi hefur sitt vægi í okkar afkomu. Við vennum að segja svona botnfisksveiði að þá hefur þetta verið áherslan hjá okkur að auka landvinnslu og útflutning á ferskum afurðum og það er einfaldlega vegna þess að það er að skila betri afkomu.
Við litum á það á árinu í fyrra að þá var meðalverð á fiski, þorski sem fór í gegnum landvinnslu, það var skilað yfir 30% hærra verði per kíló upp úr sjó heldur en fiskur sem var frystur út á sjó. Þannig að það orðið gífurlegur verðmunur þarna á og síðan auk þess meiri kostnaður við sjófrystinguna. Þannig að það orðið allt annað afkomu, mikill munur þar í afkomu og við erum að leggja áherslu á ferska fiskinn og hlutdeild þess hans að aukast í tekjum okkar. Fyrra voru 545 mann sem störfuðu hjá okkur á bolfisksveiði. Við lögðum 2 frystitogurum í fyrra, seldum annan og breyttum hinum í ísfisktogara. Við leggjum áherslu á að þessi skip að ná í tegundir sem henta síður ísfisttogurum. Það að segja þau eru að veiða grálúðu, gulllax, djúpkarfa, úthafskarfa og einnig höfum við sent á eftir heimildum okkar í Barentshafi. Ísfisttogararnir okkar, að það Helga María sem við létum nýverið breyta ísfisktogara og það vinnsludekk í henni alveg nýtt sem við teljum að sé ákveðin framtíðarsýn í að nýta en við komum þeim ekki í þessi skip. Þetta náttúrulega orðið gömul skip síns tíma, við erum búin að aldeilis skila sín í gegnum árin. Það hins vegar orðið nokkuð viðhald og fer nú að verða svona erfiðara að fá varahluti í ýmsan búnað í þessum skipum og fleira hægt að tína til. Aðstaðan mjög lítil, við erum að hirða lifur í þeim en það svona eiginlega við illan leik og frumstæðar aðstæður. Við höfum enga möguleika á að fara að hirða sló og annað slíkt í þessum skipum til dæmis. Sem við munum aftur leggja áherslu á að geta gert í nýjum skipum, verða smíði þeirra. Við erum viljum vera að sjá ákveðna framfarir við þessa smíði, ekki bara að fá nýtt. Framförin felst meðal annars í því að þetta stefni á að gefa minni mótstöðu og þar af leiðandi draga úr olíueyðslu. Við höfum eftir að fullkanna það í töngum og með pröfunum. En við erum að sjá mikla framfarir í þessu bæði varðandi vinnuaðstöðu og það að geta hirt allt sem borð kemur. Það verður svona lágmarki vinnuaðstaðan verður þannig að það ekki lengur boðrast við að ísa og raða í körfun í lestinni heldur verður það gert niður á millidekki og sett þannig niður þannig að við erum að horfa á ákveðna byltingu. En það hefur nánast engin framþróun verið í smíði ísfisktogara í 40 ár. Þetta eru nánast bara, þannig að það ákveðið stökk sem menn hlaupa yfir ákveðið tímabil í þróun eins og hefur verið í vinnsluskipum sem hefur verið að smíða jafnt og þétt og uppsjávarskipum. Þannig að við ætlum að fara vel yfir þessi mál og hafa svona niðurstöðu úr þessu í júní og þá verður tekin ákvörðun hvort að verður eða ekki. En það má reikna með að líði kannski 2 ár frá því ákvörðun tekin þangað til að fyrsta skipið geti hafist. Það er náttúrulega fleira sem sparast í rekstri slíkra skipa að það launakostnaður og annað, það gefið færi á 10% lækkun hlutdeildar á nýjum skipum fyrstu 7 árin. Við erum með botnfiskvinnslur á Akranesi og Reykjavík og sjáum hérna áhersluna svona á sérstaklega hvað þorski var hérna skiptingin á því að við vorum með 3200 tonn í gegnum þorskvinnslu í landi árið 2011, það var komið 5100 tonn í fyrra. Og við erum að horfa á enn frekari og nokkuð ört vaxandi magn í gegnum vinnsluna þar. Vinnslan í Norðurgarði sérhæfum okkur þar í karfa og ufsa og við erum að taka þar töluvert mikið magn eins og sést. Við fórum í gegnum 18.000 tonn rúm í fyrra og við reiknum með að fara vel yfir 20.000 tonnin á þessu ári. Vinnslan þar að ganga mjög vel og við erum að slá svona vinnslumet daglega þessa dagana liggur við. Við erum að vera að fara hann í gegnum húsi á góðum degi 130 til 40 tonn. Þannig að þetta eru umtalsverð afköst sem við erum með þarna. Á Akranesi, þá eins og ég nefndi, við endurnýjum vinnslulínuna þar í haust og munum mikið þessa beingasskurðarvél. Og þar áherslan lögð á
auka enn magnið og eins og ég segi að þá reiknum við með að fara í allavega 6.500 tonn á þessu ári og enn frekar aukning á næstu árum. Enda er þorskstofninn talinn í góðu ástandi og má reikna með auknu aflamarki í honum. Við keyptum í fyrra laugafisk og við erum sem sagt að horfa á okkar helsta vöxt liggja í því að auka vinnslu á afurðum og komast nær neytendum og gera meira úr því sem við höfum. Við lögðum laugafiski til áður 60–70% af því sem hann var að vinna og laugafiskur er nánast inn á okkar lóð á Akranesi við samfastur byggingum sem er í okkar eigu. Þannig að þetta liggur svona frekar beint við. Uppsjávarsviði að þá höfum við jafnframt verið að leggja mikla áherslu á aukið manneldi og manneldisvinnslu, réttara sagt, en eins og við sjáum hérna á hlutfallinu þá hefur það farið minnkandi og það er svo sem í sjálfu sér ástæðu fyrir því. Það er minni, það er hlutfallslega meiri kolmunni til dæmis hér en hér en náttúrulega þá var líka minnkun á loðnukvóta þarna milli þessara ára og við vorum að hausskera og draga makríl í meira mæli þannig að magnið sem var fryst var minna. Við heilfrystum hann í meira mæli áður og auk þess var minnkandi kvóti á norsk-íslenskri síld. Þetta er uppsjávarflotinn. Við erum búin að leggja Víking og hann er náttúrulega komið við 50 ára gamalt skip og jafnframt Lundey. Þetta er svona skip síns tíma. Það eru komnar, má segja, frá þessum skipum allavega 2 og 3. kynslóð þessara skipa koma núna. Það má segja að næsta kynslóð við Faxa sé Ingunn og síðan næsta kynslóð við Ingunni var Heimaey hluti af því og síðan er þessi nýju skip, má segja, orðið 3. kynslóðin í þessum uppsjávarskipum. Þar erum við að horfa á mjög glæsileg skip sem við erum með smíðum í Tyrklandi. Þessi skipasmíðastöð er þá að smíða skip númer 3 og 4 af þessari tegund fyrir okkur. Fyrsta skipið sem að smíða var Börkur núverandi sem var keyptur til landsins núna á loðnuvertíðinni frá Noregi. Næsta skip fær ísfélagið afhent innan skamms frá og við erum samsagt svona að fylgjast mjög vel með þeirri smíði til að geta svona sniðið vagnstan af í skipi númer 3 og þannig að skip númer 3 verður alveg fullkominn, það er nokkuð ljóst. Auk þessum er búið að lofa því að þau verða 10 cm stærri þannig að þau verða bæði flottust og stærst. En hvað það uppsjávarfrystingin og vinnslan, mjöl og lýsi, þar eru helsta bækistöðin á Vopnafirði. Við erum búin að leggja mikla fjárfestingar þar á undanförnum árum og þær hafa skilað mjög góðri arðsemi og nú teljum við svona við séum að reka lokasmiðsækja á það með stækkun á fiskimjölsverksmiðjunni. Á Akranesi þá höfum við verið að vinna fyrst og fremst bara hrogn úr loðnu þessa 2 mánuði, febrúar, mars, undanfarin ár. Það er náttúrulega náðlega hér við miðin og annað sem liggur mjög vel við og við erum með mjög vel útbúna hrognavinnslu þar. Og verksmiðjan hefur nánast eingöngu unnið úr loðnu hrati frá hrognavinnslu núna síðustu árin. Við keyptum Vigni G. Jónsson og þar teljum okkur hafa verið að ná mjög góðu fyrirtæki í góðum rekstri. Þetta er 40 ára gamalt fjölskyldufyrirtæki. Sá sem að stýri því heitir Eiríkur Vignisson og er sonur stofnandans og hann er búinn að vera þar allt í öllu. Hann er búinn að sjá um innkaupin, framleiðsluna og söluna og það verður ákveðið léttir fyrir honum og ákveðið svona Þetta verður samlegið því mikil að við tökum yfir markaðsstarfi og jafnvel innkaupin og hann einbeitir sér að vöruþróun sem hann hefur mikinn áhuga á og liggja mörg tækifæri í. En við höfum selt þessu fyrirtæki töluvert magn af loðnuhrognum undanfarin ár þannig að þetta er á okkar mati mjög góð búbót að fá þá inn í félagið.
Nú ef við lítum á markaðssviðið þá er það hér í Reykjavík og við sem sagt erum ekki með neina sölustjóra eða söluskrifstofur eða neitt slíkt erlendis. Við seljum allt beint til erlendra kaupenda og það er reikningsfært beint á þá frá okkur. Því náttúrulega það að okkar menn eru mikið á ferðinni, þetta markaðssvæði er stórt. Við teljum okkur hafa gert mjög vel í markaðsdeildinni og erum mjög ánægðir með það hvernig það hefur komið út. Tengslin við kaupendur eru mjög alveg milliliðalaus og bein og við höfum séð ýmislegt sem bendir til hags okkar af því. Nefni bara síðast að umræða sem fór dálítið mikið í fjölmiðlum hér var birgðasöfnun á þorski haustið 2012 og við höfum aldrei varið við neina birgðasöfnun eða neitt slíkt og hefur gengið vel og þetta svona tökum við til marks um það hversu góðu sambandi við erum í við kaupendur og getum lagað okkur ansi vel og fljótt af markaðnum. Og það við erum ekki einum þá skoðun að við séum góðir í markaðsstarfi. Við gerðum mikið úr þessari afhendingu fyrra. Við buðum okkar starfsfólki 100 manns með okkur, eða rúmlega 120 manns. Hvaðanæga frá Vopnafirði og Akranesi meðal annars og fylltum Bessastaði þegar við fengum þetta afhent og það var mjög hátíðleg og skemmtileg stund. Nú ef við förum aðeins í vör og markaði þá sjáum við hérna vægi tegunda hjá okkur og við sjáum að loðnan er mjög mikilvæg í okkar tekjum. Hún skóp 23% tekna okkar í fyrra. Karfi 19, þorskur 15, ufsi 13, makríll 10 og síld 9 og aðrar tegundir 11%. Nú á þessu sjáum við að það var dálítið högg fyrir okkur núna loðnuvertíðin að í fyrra þá var veittum við 80.000 tonna loðnu á móti 24.000 tonnum í ár og þetta var mjög merkileg vertíð upp á það til að gera að með þennan litla loðnukvóta þá vörpuðum við andari við að ná kvótanum því að það voru bara þó nokkur félög sem náðu ekki kvótanum. Þetta var mjög sérstök vertíð að mjög mörgu leyti. En við horfum svona bjartar augum til næstu loðnuvertíðar. Niðurstöður rannsóknarskipsins núna í haust á unglónu gaf mun betri raun heldur en undanfarin ár og í held ég þriðja skipti á síðustu 10-15 árum að þá verður væntanlega gefin út byrjunarkvóta loðnu fyrir næsta fiskveiðiár. Það höfum við ekki séð nema eins og ég segi held ég í 3 skipti frá aldamótum. Þannig að það eru vísbendingar betri tíð. Nú hér sjáum við helstu markað okkar og það er nú svona út frá kannski umræðinni áðan í kottinu að við sjáum að þetta eru svona 6 lönd hérna svona sem að það er ekkert eitt sem að er afgerandi vægi í. Það er Þýskaland, Noregur, Rússland, Frakkland, Bretland. Þetta er svona mjög breið markaðssetning og 32 önnur lönd með 40%. Mig minnir að við séum með 400 kaupendur. Þannig að það er ekkert einhver einn sem er að skera sig úr í einhverju miklu mikilvægi hjá okkur. Nú fjárhagurinn, lítum aðeins á hann að þá teljum við félagið vera mjög vel statt og hérna eru seldar vörur, við sjáum að þær minnka hérna aðeins á milli ára. Kostnaður er aftur hækkandi og stærsti einstaka liðurinn sem að veldur því er hækkun veiðigjalda. Sjáum að það er farið hérna úr 2.400 milljónum evra árið 2011 í 11,6 milljónir evra í fyrra. Og svona annað sem að er kannski vert að fara yfir hér er til dæmis virðisrýrnun. Ég kem aðeins betur inn á það á eftir. Og hér er gengismunur. Það var leiðrétting á láni sem að veldur þessari upphæð, gengisláni. Nú við sjáum hérna að hafa munur í áhrif dótturfélaga. Þetta var hlutdeildarfélag, við höfum 20% hlut í félagi Síle sem gekk mjög illa 2012, náði að rétta sig af 2013. Hér sjáum við svona hvað hlutfallið af veiðigjaldinu er. Það fer hérna úr 1,3 í 6. Við sjáum hérna áhrifin líka hérna á þetta. Hún tekur EBIT-una niður eða veiðigjaldið 6% í fyrra. Nú við sjáum hérna olían að hún er svona 9% af kostnaði hjá okkur, laun aftur 30%.
Nú hér sjáum við svona smá brú frá 2011 og við sjáum að það hækka hérna tekjurnar 2012 vegna verðhækkunar og meiri loðnukvóta. Og síðan þetta hérna skýra sig nokkuð sjálft. Þetta eru hérna veiðigjöldin sem stærsti einstaki liðurinn sem að taka okkur niður. Og já. Nú hér sjáum við svona starfsþáttayfirlit og við sjáum hérna að uppsjávar hluti félagsins að skila hér mjög góðri framlegð árið 2011 og 12 og í sjálfu sér 36% framlegð eftir til að hvert undan heldur. En botnfiskveiðið hefur verið svona heldur lakara og þar hefur við verið að gera ákveðnar breytingar sem við erum búin að fara aðeins í og við horfum fram á það að við á eitthvað hærri framlegð þar. Og við sjáum hérna aflan, hann búinn að vera svona sveipaður úr 50.000 tonni upp í botnfiskinum en það eru sveiflurnar í uppsjávarfiskinum. Hér sjáum við frekar efnahaginn og sjáum hérna óefnislegu eignirnar sem eru aðalega hérna aflaheimildirnar. Sjáum hérna skammtíma skuldir líka að þær hafa hækkað. Við sem sagt letum, þetta eru 7 milljónir evra af þessu það sem við borguðum með uppsjávarskipin í fyrra og á eftir að ganga frá langtíma fjármögnun frá. Við hins vegar höfum fulla trú að fá mjög hagstæða fjármögnun á því. Við erum með tilboð það og þá einfaldlega bara eftir að loka því máli. Nú ef við lítum aðeins á veiðisýknununa þá var hún sem sagt fyrst ég undan mér með hana. Hér erum við með eigin fjárhlutfallið og sjáum að það hefur hækkað hérna úr 48,8% í 60,5% á síðustu 3 árum. Og arðsemin hérna dettur niður út af veiðisýknunum. Hér komum við að henni og þess að 2012 þá færðum við niður virði bolfiskheimilda hjá okkur 21,6 milljónir evra. Það var í kjölfar samþykkts lagafrumvarps um fiskveiðistjórnun og veiðigjöld sem þá var samþykkt. Og síðan sem sagt var það fært tilbaka núna í lok síðasta árs og það hafði í sjálfu sér ekkert með veiðigjöld að gera. Við erum ennþá að gera ráð fyrir að það frumvarp sem til lengri tíma komið til framkvæmda. Það sem ástæðan fyrir þessari bakfærslu var svo að það var einfaldlega rekstrarbati í bolfiski. Við erum að ná meiri árangri þar. Þetta er gert að ráð fyrir í fyrri virðisýknunarprófum. En þeim gerð mjög góð skil í ársreikningi félagsins sem má nálgast á heimasíðu okkar. Þar farið mjög ítarlega yfir þessa virðisýknun og fyrir því hverju hún er viðkvæmust. Við veiðisrýrðum uppsjávarflota félagsins 4,9 milljónir evra. Það liggur fyrir að við munum selja þessi skip, allavega einhver þeirra, og ákváðum að færa bókfært virði til svona samræmis við áætlað markaðsverð og það er þessi lækkun hér upp á 4,9 milljónir evra. Nú við sjáum hérna fjárfestingarnar í fyrra að þar eru á botnfiskveiði það stærsta einstaka fjárfestingin. Það er frystigeymslan okkar Ísbjörnin hérna í Reykjavík en á uppsjávarsviði þessar 7 milljónir evra sem fóru í uppsjávarskip. Nú hér sjáum við vaxtaberandi skuldir eins og við höfum verið að gera undanfarin ár. Við höfum verið að greiða þær dálítið skart niður og nú sem sagt hreinar vaxtaberandi skuldir 1,2 í hlutfalli af EBITDA. Skuldir okkar eru í evrum, við erum með uppgjör í evrum, þetta snýst evrum hjá okkur og við erum með 91% skulda í evrum. Nú hér eru svona helstu áhættuþættir varðandi hlutabréfakaup og ég reikna með að ykkur sé flestum þeirra kunnugir en það er nú kannski rétt að benda þá á það að þetta er í skráningarlýsingunni og í kynningunni þannig að ég er svona sem ekkert að fara að lesa þetta yfir hér. Bendi samt á það að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu. En
Nú svona almennt útboð er sem sagt þannig að hér sjáum við hluthafalistann eins og hann í dag og það Arion banki sem að fara að selja 20 til 25% síns hlutar og Venus að fara að selja 2,7% og Vogur 4,3%. Þannig að þetta eru 27 til 32% sem að verða í útboðinu og fyrirkomulagið sem sagt þannig að það 8,5% í A-bók. Björn var nú búinn að renna svona aðeins yfir þetta áðan. Þetta sem sagt hollenskt uppboð og ég veit ekki hvað. Þetta eru svona 2 bækur og þessar grunnstærðir hérna sem að verða í gangi og lágmarksverðið 26,6 í báðum. Það þó hámark hérna í A-bók og hún verður aldrei seld á hærra verði en B-bókin. Það rétt að það komi skýrt fram. Það svona verið eitthvað aðeins misskilningur það en hún fer aldrei á hærra verði en þessi. Þannig að það eru bæði þessi 32,5 í hámark og eins það að hún fer aldrei hærri heldur en hinn. Nú þetta eru dagsetningarnar. Það sem sagt, birtingin var 27. og útboðið 7. til 10. Það verður vonandi birt niðurstaða 14. og úthlutað 15. 23. í ársskifta og 25. fyrsti mögulegi viðskiptadagur. Það var ein hérna svona að þeir voru svona búnir að meta þetta í Arion banka svona í tengslum við önnur hlutabréf sem á markaði hér og telja að þetta verð sé nokkuð í samræmi svona við það sem að gengur og gerist og hérna eru þessi hlutföll. Þau eru líka í skráningar í fjárfestakynningunni sem að bæði liggur hér frammi og á vefnum á okkar heimasíðu. Ég held að ég sé búinn að ljúka með það. Takk hérlega fyrir það, Vilhjálmur. Ég ætla að klappa aðeins fyrir honum. Já, eins og ég nefndi að þá bara gólfið opið fyrir spurningar ef að einhver að skila sér. Ég nú líka með nokkrar og nefndi það í upphafi að við höfum boðið fjárfestum, viðskiptavinum, almenningi að senda inn spurningar inn á fundarstjóra.dg.is eins og við gerum alltaf á fundum okkar skráningarfélaga og það vantaði ekki spurningarnar enda sjávarútvegur kannski grein sem að margir þekkja betur en sumar þær sem hafa verið að skila sér inn á markaðinn. Náttúrulega svolítið áhugaverk hjá ykkur að vera að færa ykkur af First North markaði yfir á aðalmarkaðinn eftir að hafa tekið þetta öfugt skref áður. Fyrsta spurningin sem ég langaði að leggja fyrir þig varðandi loðnuvertíðina og hún var afskaplega döpur og nefndi það að þið hafið þó náð að veiða kvóta. En hvað þetta endurtekning? Hvaða áhrif hefur þetta svona hlutfallslega? Hvað þetta mikilvægt fyrir Granda? Nú eins og þú sást á mikilvægi tegunda þá skilaði loðnan okkar í fyrra 23% af tekjum félagsins. Þannig að vissulega hefur hún mikil áhrif. Það sem kannski aðeins vegur eitthvað svona upp á móti er verðþróun og það vil nú vera þannig að þegar minni veitt þá fæst það verð. Og eins og með loðnarhópnina þá verð á þeim að rúmlega tvöfaldast á milli ára. Þannig að þetta er svona mikla verðsveiflur í þessu. En vissulega hefur þetta verulega áhrif á tekjustreymi félagsins og það hefur verið góð framlegð af loðnuveiðum og vinnslu. Varðandi fullvinnslu, þá þetta eitthvað sem að þessi bæði fiskibransi eða sjávarútvegurinn í heild sinni gengur miklu leyti út og það eru margir millilegir að klípa eitthvað lítið. Það verið að veiða fiskinn, það verið að vinna hann, það verið að markaðssetja hann, það verið að selja hann úti, það verið að dreifa hann. Með þessum kaupum á þeim fyrirtækjum sem þú nefndir á Akranesi, með því að fullvinna fiski meira, þetta, þú nefndir að það verið mjög meiri arðsemi af þessu, þetta skref sem við myndum sjá ykkur halda áfram að taka stærri skref í þessa átt? Það eiga náttúrulega alla línuna sjálfur? Já, en það allavega svo vaxta möguleiki sem við sjáum. Það að vinna þetta frekar og við horfum náttúrulega til framtíðar að það eru eins og möguleikar að gera betur úr því sem við erum með. Ég nefndi í sambandi við að hyggja slógu og svona, það nú menn eru farnir að sjá fram á það að það getur orðið verðmæti í því
sem að var ekki. Þannig að það eru svona margir framtíðarmöguleikar sem að eru fyrir hendi og það er þessi möguleiki sem við sjáum á að það er að hagræða og fara lengra nær markanum, gera meiri verðmæti úr því sem við erum með. Talaðu það að þið lögðu tveimur frystitogurum, eða það er að segja lögðu öðru þeirra og byrtu hinnum í ísfrystitogurum. Munið þið halda áfram að breyta á sjófrystingu í landvinnslu og eru þið með getu í að taka þá við þeirri aukningu í landi? Það er hægt að laga, sko við erum með rými til þess í sjálfu sér og við erum að vinna að mestu leyti í dagvinnu sem dæmi sem er hægt að lengja vinnutíma og annað, þannig að það er hægt að bregðast við því. En það er bara þessi þróun sem við erum bara vakandi fyrir möguleikunum og hvernig þetta þróast. Það til dæmis getur stjórnun makríls haft áhrif. Það er klárlega hagkvæmast fyrir okkur að veiða makrílinn og uppsjávarskipin og vinna hann í okkar stöð í Vopnafirði. En reglurnar hafa verið að skylda okkur jafnvel í að senda út ísfrystitogar eftir 100 tonnum í staðinn fyrir að geta sendt 3 eftir 300. Þá er þetta að senda hvert fyrir sig. Þannig að það eru svona hver verður framtíðar skipan makrílveiða. Það er ein spurningin sem getur haft áhrif á það hvort að við höldum áfram útgerð í frystitogra til dæmis. Þannig að við aðlagum okkur bara að aðstæðum eins og þær eru hverju sinni. Já, það er spurning hér úr sal. Ég er nú alveg að spá í að nú er þetta afskráð sem þú skráðaði fyrst árið 2006 og þetta er náttúrulega vel fyrir 2008. Af hverju var það gert og hver var það helstu ástæður? Ástæðan var... Svo ég tekki kannski spurninguna fyrir vefinn. Það var spurt hvers vegna fyrirtæki var afskráð á sínum tíma eða fært af aðalmarkaði yfir á First North markaði. Ástæðan var sú að kjölfestu fjárfestum þóttu sér ógnað og það var sem sagt einn aðilinn sem var búinn að kaupa upp 30% í félaginu og það var rætt það að tilgangur væri sá að reyna að ná yfirráðum upp á að selja það og búta það niður. Það var svona ákveðin umræða, þannig að þetta var ákveðin varnartaktík kjölfestu fjárfesta auka sem hlut sem að kostaði það þau farið í yfirtökuskyldu á aðalista. Þú nefndir það og eins og við sáum á myndi yfir þær tegundir sem þið eruð að veiða. Þið megið ekki fara hvað í þorskígildi yfir 12% að heildarafla á Íslandi, eða í íslenskri lögsögu. En þið eru stærstir, kannski vegna landfræðilegra legu líka í karfanum. En er þetta sú samsetning sem þið viljið sjá á ykkar afla? Viljið þið auka hlut ykkar í einhverjum ákveðnum tegundum? Við erum mjög sáttir við þessa skiptingu og teljum að þetta sé nokkuð góð áhættudreifing eins og hún er. Staðsetningin hentar vel fyrir þessa samsetningu. Það er reynsla við núrinni, þannig að við erum ekki að horfa breytingar á því. En varðandi aflahlutdeildina að þá sem sagt reiknuðust við í 12,3% núna hjá Fiskistofu núna í byrjun ársins. Við erum alveg sannfærðir það að við munum fara niður fyrir 12% við næsta útreikning. Við höfum það gefin 6 mánaða frestur til að bregðast við þessu og innan hans að þá teljum við að við erum komnir niður fyrir þessi 12% aftur. Þetta er þannig að það er verið að taka verðtímabil sjávarafurða frá 1. maí til 30. apríl á hverju ári og það hefur veruleg áhrif. Við vissum það að haustið 2012 þá lækkaði þorskur til hans 30%, hann hefur verið að hækka aftur. Þannig að hann mun hækka, auk þess mun aflamarkið honum hækka líka. Þorskur er svona stærsti einstaki áhrifavaldurinn á þessi þorskígildi, það miðast allt við hann. Og með hækkandi verð á honum og hærra aflamarki að þá mun vægi annarra tegunda minnka. Þannig að við erum nokkuð vissir það að við munum fara niður fyrir þessi 12% núna í útreikningi í ágúst. Og nú ef ekki að þá er svo sem dæmi þess að úr krókaaflahlutdeildarkerfinu að þar er félag búið að vera undan þá með 40–50% hærra en leyfilegt er þar núna í mörg ár. Þannig að við því hafi verið brugðist. Það var spurning hér í sal. Já, sæl. Nú lauk fyrsta ársfjórðung í gær. Hvernig er afkomu, horfur afkomu fyrsta ársfjórðung 2014 samanborið 2013? Og ef þú getur ekki svarað í þá kannski spurningin
að ykkar mati eru ekki fólgnar í því hugsanlega virðismótandi upplýsingar ef afkoman ekki í takt? Já, það spurt næsta uppgjör, þannig að þetta síðasta Svo áslöfum ljúka og hvernig þá kynni Jónas fjármálastjóra til leiks. En það er ljóst að þetta högg í afkomuna út af lánunni en hins vegar má ekki gleyma því að við erum að horfa yfir lengra tímabil að þá raunverulega, það eru aðrir kannski jákvæðir hlutir á ferðinni í sambandi við makríl, kolmuna og annað, þannig að á þessu kannski 3 mánaða tímabili gæti verið að vera högg en ég myndi nú ekki gera ráð fyrir að þetta væri verðmótandi. Akkurat, það önnur spurning hér. Rússland 11% af sölunni. Ef það verða sett viðskiptahöft á Rússlandi í ljósi allra ástæðna, hvernig myndið þið gera það? Það spurt áhrif sem sætti viðskiptabann á Rússland, þar sem Rússland stórhluti eða líka útlendur. Rússland og bara Úkraína líka, þetta eru mjög mikilvægir markaðir fyrir okkur og íslenska sjávarútveg. Þetta alltaf þessi spurning þá kannski verð að koma hugsanlega þá inn svona lægra borgandi markaðir, Nígería og fleiri, þetta það mikil fiskneysla þar og hún svona að taka við þegar að verðið lækkar, en auðvitað mun þetta hafa áhrif á okkur og bara íslenskan efnahag hreinlega ef það verður gert sett á útflutningsbann til Rússlands. Akkurat. Varðandi Vopnafjörð og framkvæmdir sem þið fóruð í þar, hvers vegna eru það að stækka við ykkur á Vopnafirði? Sjáðu þið fyrir ykkur að þetta komið til með að halda áfram að stækka þar? Nei, við sjáum nú ekki fyrir okkur áframhaldandi stækkun, en verksmiðjan fiskimjölsverksmiðjan hefur verið með afköst upp á 850 tonn og við erum að fara með hann í 1150 tonn og ein helsta ástæðan sú að það eru bjartar horfur í kolmunnakvóta sem hefur farið allur til fiskimjölsframleiðslu og til að mynda þá vorum við með 20.000 tonna kolmunnakvóta í fyrra, við erum með hátt í 40.000 tonna kvóta í ár. Skipin okkar, við höfum svona geta hægt á skipunum kannski til samræmis við afkastagetu verksmiðjunnar en með vaxandi kvóta þá verðum við hreinlega að halda þeim að veiðum. Þannig að við erum að sjá fram á það að geta unnið þá kolmunna fyrr, náðu honum í hágæðamjöl áfram og upp á að ná að koma honum ferskum í gegn. Þetta svona ein ástæða. Við fengum nokkrar spurningar varðandi pólitík og ein þeirra þetta áhugavert að hún Elva sem setti okkur post á fundastjórn.b.is og hún spurði hvaða áhrif það hefði á ykkur ef Ísland gengi í ESB án varanlegrar undanþágu í sjávarútvegi. Kannski ansi erfið spurning að svara en hafið þið einhverja tilfinningu? Ég hef enga tilfinningu fyrir því, ég hef samt að segja ekkert hugsað út í það. Nei. Ég satt að segja sé það ekki fyrir bara. Nei. Önnur spurning varðandi pólitíkina var auðlindagjaldið og það saman. Þetta svona kerfi sem að af og til réttur inn eitthvað kerfi eða einhver löggjöf sem allir virðast vera ósáttir við og þetta virðist vera eitt af því sem er óhjákvæmilegt að verða með einhverju leyti breytt. Hvað sjáið þið fyrir ykkur og hvaða skilaboð hafið þið fengið frá nú? Við vonumst til þess að það verði gerðar ákveðnar lagfæringar á þessum reiknigrunni núna. Við höfum ekki von á því að það komi fram frumvarp verulega varanlega breyting á veiðigjöldum, heldur að verði tekið bara næsta fiskveiðiár. Við höfum von á því og það eru allir aðilar sem að þessu veiðigjaldi hafa komið, alveg saman hvort það eru opinberir aðilar eða eftirlitsstofnanir, sammála um það að þessi þorskígildi stöður og þessi 2 ára gamlar upplýsingar sem eru lagðar til grunna séu út úr kú og gefa alls ekki rétta mynd. Við erum að vonast til þess að núna verði farið í það sem að við höfum lagt til, það að segja að verði farið niður á hverja tegund og reynd að vera svona sem næst því sem að gerast í verðmæti hennar á hverjum tíma og sé tekið tillit til kostnaðar við að sækja hana. Þannig að þetta sé svona orðið nokkurs konar hlutfall af EBIT hverja tegundar. Svona í kjölfarið á þessari spurningu að þá sendi Sveinn nokkur spurningu hvort að fjárfestar í Granda ætti að krossleggja fingur að hér verði aldrei aftur vinstri stjórn sem virðist að skattleggja greinina í botn. Þetta voru hans orð.
Hvort að þið séu það mikið í pólitík? Nei, ég læt almenna kjósendur það bara. En svona varðandi þau, þá kannski rétt að nefna það að við höfum fyllilega borgað okkar hlut í þessum veiðileyfagjöldum og í fyrra þá borguðum við rúmar 1800 milljónir í veiðigjöld á því almannasári af rúmum 9 milljörðum, eða þetta voru 90% veiðigjalda sem við borguðum í fyrra, en þau veiga miðast við verðmæti og hlutdeild þeirra, þannig að í sjálfu sér ef þessu væri nákvæmlega jafnskipt þá hefur við í sjálfu sér átt að vera að borga 12%. Hins vegar eru gefnar undanþágur vegna skulda og annarra hluta, þannig að við sem sagt vorum að borga þessi góðan hlut veiðigjaldan í fyrra. Þar ofan á erum við náttúrulega meðal hæstu gjaldandi opinberra gjalda, vorum held í 7. hæstu í því og það voru eingöngu fjármálafyrirtæki fyrir ofan okkur í opinberri gjöldum og reyndar ríkið sjálft og Reykjavíkurborg. Þannig að samtals vorum við að borga ríkinu beint í opinberri gjöld og veiðigjöld hátt í 4 milljarða í fyrra. Og spurning hér aftur í salnum? Já, í félagsmyndu Sparkfiskur, hvaða tækifæri sérðu þar og í fiskeldi þá með? Það spurt hvaða tækifæri þið sjáið í fiskeldi þar sem þetta fyrirtæki sem heitir Stofnfiskur? Við höfum nú ekki verið að horfa til fiskeldi sjálfir, drógum okkur út úr því heitt í fyrra, áttum fiskeldisfyrirtæki í Berufirði og seldum það sem sagt 2012. Við eigum hins vegar 65% hlut í Stofnfiski sem er mjög sérstakt og einstakt fyrirtæki sem við erum mjög stoltir að taka þátt í rekstri á. Þeir eru sem sagt eina fyrirtæki í heiminum sem hefur heimildi til að flytja út laxahrogn til eldis bæði í Síle og Noregi og allan heim. Eina fyrirtæki sem hefur leyfi til innflutnings í Síle og eina fyrirtæki í heiminum sem getur afhent laxahrogn á hverju viku allan ársins hring. Þeir eru búin að ná frábærum árangri þarna í erfðabreytingum og öðru þannig að við erum mjög stoltir af því. Og enn frekar varandi pólitíkina, Elmar, hann vísaði orðin varandi krónuna, hún var of sterk og hann vildi bara spyrja þig hvað þú teldi vera eðlilegt gengi á krónu og hvað þú viljir að Seðlabankinn geri. Ég var fyrir töluvöru áfallan daginn þegar að fjölmiðlar voru að gera orð annarra mínum varandi meðal annars starfsemi Seðlabankans og gengi. Það var viðtalið með hérna Bloomberg og síðan var nafni mínu slegið upp með öðrum sem hafði verið með fullyrðingar sem mér er aldrei dottið í hug að gera. Sko, gengisáhrif á okkar rekstur á íslensku krónur eru ekki mjög mikil. Við erum náttúrulega með allar okkar tekjur í erlendri mynt og okkar útgjöld er að stærstum hluta tengd erlendri mynt líka. Laun sjómanna, gengistengd, olía borgum við dollarum, veiðarfæri í evrum, viðhaldskostnaður eins og tæki og tól, þetta er allt innflutt. Þannig að það er svona stærsti liðurinn með veiðigjöldin, þau eru tengd verðmætum sem eru gengistengd. Við getum haldið svona lengi áfram, eiginlega eina sem ekki er kannski ekki gengistengd eru laun þeirra sem í landi vinna. Það hefði ekki meira áhrif á einhverju krónan, þetta ekki báðist til? Nei, hins vegar að þá sagði það sko að sennilega væri Seðlabankinn sammála með það að hún væri of sterk skráð því að hann er að borga svona í tilfellum hærra fyrir hana, að læra. Það er spurning hér, já? Varðandi fjárfestingar, af því að þú nefndir að endurnýjun ísfiskflota og uppsjávarflota líka og frekari fjárfestingar. Hversu mikið af rekstrarframlegð næstu 5 ára mun fara í þessa endurnýjun á flota og vinnslu? Það spurt hversu háar upphæðir þetta eru sem fara í endurnýjun á flota og vinnslu? Ég get nú nefnt upphæðirnar sko, við erum að tala að uppsjávarskip sé að leggja sig á 3,5 milljarð hvort sko, þannig að það eru 7 milljarðar þar og verðið að togurunum þá verða á einu togara svona 2 milljarðar, þannig að það eru 6 milljarðar. Við erum svona, þetta eru svona þær 2 langstærstu fjárfestingar sem við erum með, ef það verður. Það er bara að við erum ekki að ráð fyrir svona 7 ára endurgreiðslu tíma á þeim, þannig að hann getur að setja þess aðmyndum. Já, gert ráð fyrir 7 ára endurgreiðslu. Það er önnur spurning hér í salnum. Tengslum við þetta hefur félagið einhverja stefnu varðandi
fjármögnun, hversu mikil skuldsetning er bæði sem hlutfall af framlegð og sem hlutfall af efnahagsreikningum? Hvort félagið hafi einhverja stefnu varðandi skuldsetningu? Það er nú ekki nein opinber stefna en við höfum stefna því að halda sterku eigið fé og háu hlutfalli. Þetta er áhættusöm atvinnugrein þannig að við munum reyna að varna því að það fari eitthvað verulega niður en hvað við erum til dæmis með hlutfalli af EBITDA þá held ég að við séum ekki að sjá skuldi fara yfir 2 til dæmis. Við verðum að fara yfir spurninguna varðandi hvalveiðar og Highliner sem náðist ekki á upptöku hjá okkur. Hvort að þetta herði, þú nefndi það að Bandaríkin voru nú ekki á listanum yfir stærstu viðskiptalönd og Highliner væntanlega ekki á listanum yfir stærstu viðskiptavinni. En nær þetta mál eitthvað lengra? Það sé, er tengsl ykkar við hvalveiðar þó að séu með óbeinum hætti að hafa einhver víðari áhrif og meiri áhrif? Það er einhver áhyggjur af þessu? Við höfum í sjálfu sér ekki áhyggjur af þessu, maður veit aldrei hvert svona mál þróast en við erum búinir að lenda við okkar viðskiptavinir hafa orðið fyrir því núna árlega undanfarin ár að fá á sig pósta að hætta viðskiptum við okkur og eitthvað slíkt en það hefur gengið mjög hratt yfir og það hefur ekki haft nein varanleg áhrif hingað til. Akkurat. Það er spurt varðandi rækjuveiðar, hvort að það sé HB Grandi verði stóri í rækjuveiðum í framtíðinni, það sé partur eitthvað á það? Nei. Ekkert slíkt? Nei. Það voru spurning sem okkur barst síðan frá honum Kjartani sem var nokkuð áhugaverð. Hann segir, eru fjárfestar ekki óbeint að kaupa kvóta með því að fjárfesta í félaginu og þá væntanlega á fullu verði og er það skynsamlegt þegar miklar breytingar á kvótakerfinu getur verið væntanlega? Nú eru færðar til bókar eingöngu þær aflaheimildir sem við höfum keypt. Þannig að allar áunnar aflaheimildir eru ekki metnar í bókum félagsins. En með því að fjárfesta í HB Granda þá eru menn að fjárfesta í undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar, sjávarútvegi. Kvótakerfi, tilhögun, eitthvað slíkt. Ég vil trúa því að stjórnvöld vilja búa þannig hnútana að undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar verði búið hagkvæm rekstrarskilyrði til framtíðar. Spurning þar frekar að gera ráð fyrir líka að maður sé fjárfesta í sjóstefnunum og að fyrir að það sé undirliggjandi kvótar eða eitthvað annað. Já, gert ráð fyrir að fjárfesta í sjóstefnu félagsins. Það er spurt varðandi útlönd og annars vegar þar hvar helstu sóknarfærin ykkar séu, í hvaða löndu það séu og hvar helsta samkeppnin er? Allstaðar samkeppni. Það er alveg sama í hvaða land þú ferð. Í Bretlandi svo við tökum dæmi og það er kannski hluta þeirra ástæða sjóðfrysti þorskurinn hefur ekki náð sér upp aftur er náttúrulega það er samkeppni við Rússa. Þeir eru orðnir mjög sterkir þar. Þeir eru náttúrulega, við erum í svona frekar erfiðri samkeppnisstöðu þar. Þeir eru með mun lægra til dæmis launahlutfall. Komnir með mjög góð gæði. Þeir hafa verið að kaupa og ráða menn héðan, bæði sölustjóra og gæðastjóra og annað til að stýra sínum verkefnum. Þannig að það er svona eitt dæmi samkeppni. Við til dæmis gefum undan dálítið núna í þorski núna fyrstu mánuði ársins, þá erum við í samkeppni við Noreg, þeir taka mjög stóran hluta af sinn þorskafla núna fyrstu mánuði ársins, þannig að þá gefum við bara þeim eftir markaðinn aðeins í ferska á meðan, drögum úr veiðinni, síðan fórum við auka nattu núna í apríl, maí, setjum ísfisktogðan í slipp og viðhaldsverkefni núna á þessum tíma, þannig að auðvitað er þetta allt bara aðlaga okkur aðstæðum og ná því besta sem hægt er út úr, hverju sem er. Og hvað eru tækifærin? Hvað er markaðsvæðið þetta? Ég held að það séu öll. Varðandi Ísland og sérstaka merkingu á íslenskum fiski og markaðssetningu á íslenskum fiski þá er þessi umræða alltaf annað slagi dúkkað upp að kaninn fer út í búð og kaupir norskan lax og það skiptir engum máli hver þess að framleiða, hann er bara norskur. Er þetta eitthvað sem þið hafið skoðun á varðandi íslenskan fisk? Við kannski erum meira að hugsa okkur. Það eru misjöfn gæði meðal íslenskra framleiðenda, bara sem dæmi. Tekur eftir því að slæm gæði hjá íslenskum framleiðendum skemmir fyrir ykkur?
Við höfum sko bara yfir höfuð okkar viðskiptavinir, einhverjum sem viðskiptasambönd hafa byggst upp á mörgum árum. Og þannig að þeir vita hvað er að fá frá okkur, treysta á gæðin og annað slíkt og við teljum okkur vera mjög framalega á því sviði og teljum okkur hafa marga góða kaupendur sem eru nánast eingöngu hjá okkur en ekki öðrum út af gæði. Hún Halldóra spurði okkur aðeins meira varðandi gæði, hún spyr sjálfbærar veiðar og vottanir á þeim. Hvort þið hafið einhverja stefnu í því og hvort hægt var að ná fram einhverju meiri framlegð og einhver sóknarfæri væri samlega slíkri vottun. Okkur er mjög umhugað að fá vottun og sjálfbærar veiðar og höfum lagt mikla áherslu á það. Við höfum verið mjög óþreyjufullir að fá vottun á til dæmis karfa sem er að væntanlega nást í gegn núna á næstunni og við erum mjög fylgjandi því að uppi sé aflaregla á tegundum sem að fylgt en það sé ekki háð pólitískum ákvörðunum hverju sinni. Þannig að við erum mjög ábyrgðarfullir varðandi nýtingu fiskistofna. Markaðsstjórinn hrifinn af því líka? Hjálpar þetta mikið? Það gerir það og þetta hefur vissulega áhrif. Hún Margrét sendur okkur spurningu veiðar við Grænland. Spyr hversu stór hluti af veltu félagsins í dag eru veiðar við Grænland og hvernig sjáum ykkur þær fyrir ykkur í framtíð? Hlutfallið held ég nánast eiginlega ekki neitt. Það fór eitt skip frá okkur og veitti þarna fyrir grænlenska útgerð í 2-3 vikur í fyrra. Einhver spurning úr sal hér rétt að lokum áður við förum að hætta? Nei. Þá minni ég bara það að útboðið hefst 7. apríl næstkomandi, stendur til 10. apríl. Þið getið tekið með ykkur fjárfestalýsingu hér á fjárfestakynningu og leiðinu út. Útboðslýsingu og kynninguna er líka að finna hérna á FCA HB Granda. Ég þakka Vilhjálmi Vilhjálmssyni og Jónasi Björgvinssyni kærlega fyrir sem og ykkur og þeim sem eru að fylgjast með á vefnum. Nánari upplýsingar er líka hægt að nálgast hjá VAFIB, hjá eignastýringu VAFIB á wafib@wafib.is og í 44 049 00 á meðan og áður en útboðið hefst. Takk.